Sæl, Birgir Þór heiti ég, þeir eru að horfa á vísir.is Motorsport og efnið þáttarins í kvöld, fjórða umferð Íslandsmótsins í torfæraakstri lýsing torfæran sem fór fram á Blönduósi á laugardaginn var. Nei, hann fer í viðskipti áslöfna. Klár í slaginn, Sigurður? Já, það er svona aðeins fann að ryðgætt, þessu stór pása, en við skulum vona að það komi ekki að sög. Það er mikið einvígi í gangi í göttubílaflokki, Gunnar Gunnarsson best þar við Ragnar Róbertsson. Verður þetta baráttu keppni? Eflaust, það ætti allir að vinna. Gunnar, er eitthvað basla okkur? Já, kom annað bara við vorum að pröfa, þá kom nitrósprenging og þá eftir að hafa okkur sennilega í dag svolítið. Þetta er ekkert voðalega mikið forskot sem þú hefur á hann? Nei, við vorum jafnir fyrir síðustu keppni, þannig að ég get orðið neðstur eftir þessa keppni og hann efstur. Þú þarft á sigri að halda í göttubílaflokki í dag? Já. Annars missir Ragnar og langt frá þér? Já. Það verður bara að hafa sinn gangi. Ég stefna að því sko, en þetta er bara spurningu hvort þetta hangi í lagi. Og staðan í heildarkeppninni, Haraldur Pétursson og Gísli Gunnar Jónsson eru jafnir með 45 stig. Guðmundur Pálsson og Sigurður Þór Jónsson eru þar ekki langt undan með 29 stig og 28 stig og Ragnar Róbertsson í 5. seti. Björn Ingi sigraði í 3. umferð. Tilbúinn í annan sigur? Já, maður er tilbúinn, allan stefnir á hann. Verður það erfiðara hér heldur en í síðustu keppni? Já, það er mjög erfiðara. Brautirnar eru þannig, það eru mjög jafnar sennilega, þetta eru stál í mörgum. Bara þetta að sjá hvernig það er reynd að keyrast. Þú sigraði hér í fyrra, er ekki rétt? Jú. Og endurtaka leikinn? Maður er alltaf að því. Það verður ekki auðvelt? Nei. Það er bara að vera mjög ákveðinn, bara keyra bara hratt í þetta og... Það eru sko brautir sem manni líst illa á, sem að gætu svo dottið í að verða færir eftir 1-2 bílar, skilur, þannig að það eru svona alveg 3-4 þrautir sem bjóði upp á það, sko. Ég er búinn að skoða fyrstu brautinu alltaf vel að því ég er fyrstur þar. Svo maður er búinn að líta yfir hitt og labba þessu og ég er búinn að renna svolítið vel yfir þetta. Bíllinn í góðu lagi eftir fríð? Það er mjög góðu lagi. Já, Gísli Gunnar Jónsson fyrstur af stað í fyrstu braut, 8 brautir og þar af ein tímabraut. Og kominn í gegnum fyrsta hliðið. Framundan er erfið hola. Og hér virðist Gísli annarkvort missa allt afl eða allan snúning á hjólinn. Hann bakkar, tapar auðvitað 40 stigum og reynir aftur en hefur ekki erindi sem erfið. 80 stig fyrir lengd og 60 í mínus. Gísli Gunnar Jónsson fær aðeins 20 stig fyrir fyrstu braut. Undur og stórmerki. Daniel Ingimundarson byrjar nú á því að ná sér í 20 refsistig hér fyrir að snerta dekk og hann ákveður að fara ekki ofan í hólinu, heldur taka á sig 50 stig í refsingu þarna og missir síðan stjórn á bílnum og sama stigafjölda eins og Gísli Gunnar Jónsson 80 stig en aðeins mínus 20. Þóri Gunnar Gunnarsson í göttubílaflokki ásamt Ragnari Róbertssoni og Bjarka Reynisinni og Gunnar fer sömu leið og Daniel og hér eru nú 50 stig í mínus. Náði að hanga inn í hliðinu með 2 hjól bílsins og endar eða er í mjög bröttum halla 90 gráður og það þarf hraða til þess að fara þarna upp. 210 stig fyrir lengdina og 50 refsistig, 160 stig, stórum meira heldur en Gísli Gunnar Jónsson. Haraldur Pétursson hefur sér sæng sína útbreidda eftir þetta klúður hjá Gísla Gunnar Jónssoni. Og eins og svo margir þá velur hann að fara yfir hvíta dekkið en mér sýndist hann gera það þannig að það væri ekki nema 20 refsistig. En kannski ekki gott að sjá það frá öllum sjónarhornum. Nei, 50 refsistig, hann fær 170 stig, fór aðeins hærra heldur en Gunnar. Þá er það Björn Ingi. Sigurvegari úr 3. umferðinni. Nokkuð óvænt eftir að Gísli Gunnar Jónsson hafði haft forystu lengi vel þar til hann lenti í tímabrautinni. Og Björn Ingi alveg örugglega með 50 refsistig þarna. Þá var það lokahnykkurinn. Nei, það vantar hraða til þess að ljúka þessu mettestáli þarna 160 stig. 110 fyrir lengdina, Bjarki Reynisson í göttubílaflokki. Keppendur í göttubílaflokki mega ekki nota stærstu gerð af dekkjónum. Það verða að sætta sig við svo kallar skóflur á meðan að aðrir keppendur mega nota ausur. Svo eru kallaðar. Bjarki 210 fyrir lengd en 120 í mínus, 90 stig. Þá er Sigurður Þór Jónsson. Mjög öflugum bíl og hann notar þessar ausur bæði að framan og aftan. Og eins og margir aðrir velur hann að fara hér yfir hvíta dekkið.
Refsingin fyrir það að fara með þessum hætti yfir brautarmerkingu er 50 stig, þar að segja brautarmerking lendir undir bílnum. Fari hins vegar svo að aðeins eitt hjól bílsins hangi innan brautar að þá er refsingin 100 stig. Hann tapar hér 50 stigum, fær 160 stig. Og þá er það nýliðin í hópnum, Leo Viðar Björnsson. Ekur bíl sem að Helgi Sjött ók hér fyrra árum, Frissa Fríska. Gríðarlega öflugur bíl. Leo Viðar nýliði sem keppandi en hefur þó komið nálægt torfærinu áður. Gerir þetta vel. Greinilega búinn að æfa sig strákurinn. Nei, hann fær nú ekki 350 fyrir lengdina. Heldur fær Leo 220 fyrir lengdina og 70 í mínus. Og þá er það Guðmundur Pálsson. Mínus 50. Hann velur að fara lengra til vinstri til þess að freista þess að fara í barðið þar sem það er minna en vantaði hraðan og fer þar að leiðandi eina veltu, 210 stig en 70 í mínus. Og 110 stig hafði hann upp úr krafsinu. Lítur út fyrir að þetta barð sé ófært, þá er það Ragnar Róbertsson. Tapar 50 stigum. Ákaflega nettur ökumaður. Hérna missir allan hraða, en samt sem áður þá fer hann hærri en margur annar, 50 stig í refsingu og 220 fyrir lengdina. Þá er það Gunnar Ásgeirsson, mjög öflugum bíl. Hann gerir hér mistök strax í upphafi, fer og hægt og sest á hólinn hér. Og þetta er ekki nema 40 stig. Og staðan að lokinni einni braut, Haraldur Pétursson og Ragnar Róbertsson efstur og jafnir með 170 stig. Síðan koma þeir þrír þarna, Gunnar Gunnarsson, Björn Ingi og Sigurður Þór, allir með 160 stig. Leo Viðar Björnsson nýliði með 150 stig. Braut nr. 2. Gunnar Gunnarsson fer þar fyrstur. Tveir fyrstu fara aftur fyrir. Og þegar Gunnar lendir hér á brýtur hann öxulinn hægra megin að framann, er aðeins með afl á 3 hjólum en það er nóg. 350 stig refsilaust, 510 stig alls. Vel gert hjá Gunnari, þá er það Haraldur Pétursson. Gerði talsverðar breytingar á músabyrði sinni í vetur, þannig að hann leggur mun betur á heldur en áður, 350 stig, engin refsing, þá er það Björn Ingi. Þessar breytingar hjá Haraldi Péturssoni hafa greinilega skilað sér, 350 stig til Björns Inga, 510 alls, þá er það Sigurður Þór Jónsson. Keppendur með sólina beint í andlitið og menn þurfa að vera ákveðnir. Og aldrei þessu vant, þá er nú Sigurður Þór Jónsson ekki ákveðinn hér og fyrir bragðið þá fer hann ekki hér upp á aðeins 190 stig. Leo Viðar. Og með það í huga að Sigurður Þór Jónsson stoppaði þarna, þá vantar ekki ákveðnina hjá Leoi. Og hann fer upp á 350 stig og snerti dekk í endahliðið, þar er aðeins 10 stig í refsingu fyrir það. Guðmundur Pálsson næstur. Og samskonar augnablikshik og enn einn á kviðinn, 190 stig. Þá er það Ragnar Róbertsson. Gunnar Gunnarsson fór hér upp. Ragnar verður að fara alla leið. En vantar hraðan hérna og 190 stig, aðeins 360 stig á móti 510 stigum Gunnars. Gísli Gunnar Jónsson. Og einhverju hluta vegna lendir hann langt til vinstri bílinn og lofta framann og þegar hann lendir í átaki þá brotnar undan honum annað afturhjólið. Það er nú borin von að Gísli nái góðum árangri hér. Þetta er ekki alveg þinn dagur? Nei, þetta byrjar nú ekki vel. Aðeins að fara í skiptingin. Ég ætla að setja lágadrifið til þess að geta keyrt hann. Hvað er þetta átt eftir að skera af honum?
það átti ekki eftir að skera á honum, heldur hafði hinn öxullinn tvíbrotnað, bæði að utanverðu og innanverðu, og brotið var fast inni og það þýddi það að þeir þurftu að rífa heldur meira í sundur til þess að koma bílnum í lag fyrir næstu braut. Og Gunnar Ásgeirsson heldur ákveðnari heldur í fyrstu braut. Já, 350 stig refsilaust. Haraldur Pétursson trónir einn á toppnum með 520 stig eftir 2 brautir, Gunnar Gunnarsson og Björn Ingi með 510, Leo Viðar Björnsson í liðin í 4. sæti, Gunnar Ásgeirsson í 5. og Ragnar Róbersson í 7. sæti. Gísli rak lestina þegar hér var komið sögu og við förum beint í 3. braut og þar byrjar Björn Ingi. Snúin braut og það þarf hraða í endan og hann hafði Björn Ingi ekki 180 stig. Gísli Gunnar og hans aðstofamenn í óðaðinn að koma Arctic Trucknum í lag. Sigurður Þór Jónsson. 230 fyrir lengdina, 40 refsingu, 190 stig komið 540, þá er Guðmundur Pálsson. Vont að lenda niður í þessum skurði hvað það snertir að ná tilhlaupi í þetta endabarð hérna. Og Guðmundur Pálsson, 20 refsistig, 210 alls, þá er það Gunnar Ásgeirsson. Svo að beinastefnan er ekki komin fyrir mennið að hálfnaðir með mögulegt tilhlaup, 170 stig. Og Gísli Gunnar Jónsson náði að mæta á réttum tíma en verður að vera í lágadrifinu. Og það þýðir það að hjólinn snúast hægar og bíllinn gengur oft á tíðum á hæsta mögulega snúning. 190 stig, þá er það Gunnar Gunnarsson. Hefur yfirburðastöð í götubílaflokki eftir árangur sinn í annarri braut. Þetta var undarlegt hljóð. Haraldur Pétursson veit hvað hann þarf að gera til þess að halda forystunni, en Björn Ingi er hins vegar alltaf á eftir honum nema í þessari einu braut þar sem að Björn Ingi fór fyrstur. Haraldur Pétursson 730 stig er komið 40 stiga forskot á Björn Inga. Gunnar Gunnarsson er enn í öðru sæti og Leo Viðar Björnsson í því 4. Gísli Gunnar Jónsson í 10. sæti og Sigurður Þór Jónsson fer fyrstur að stað í 4. braut sem að menn voru svolítið smeykir við og hann fer upp á þetta fyrsta barð. Síðan kemur hlið í hliðarhalla og hægri beygja og þá þarf að hitta á þetta hlið sem að Sigurður gerir ekki. 180 stig fyrir lengdina, 20 refsingu, þá er það Gunnar Ásgeirsson. 90 stig fyrir lengdina, óheppinn hér. Gísli Gunnar Jónsson. Og er hann að velta hérna líka? Nei. Gísli þarf að notast við lágadrifið og fyrsta og annan gír og þarf að skipta handvirkt á milli gíra. Tekur hér óþarfa 20 stiga refsingu á hvítadekkinu og lendir síðan allt og langt til vinstri. Bakkar, 40 stig tapast í viðbót og síðan fer hann hér upp fyrir þetta hlið og tekur hvítadekki á mínus 50 stigum. Hann hefur ekki náð 30 stigum í refsingu. Þetta var dýr braut fyrir Gísla og ekki á það bætandi eftir það sem hafði gerst í fyrstu og annarri braut. Gunnar Gunnarsson. Gísli með 30 stig fyrir þessa brauta meðan að aðri keppendur eru með 150 til 170 stig. Gunnar virðist nú ekki ætla að ná þessari beygju heldur, er á leiðin hér út fyrir, hættir við að bakka og tekur ekki dekki á 50 og sjáum við þetta 120 stig. Fór ekki einu sinni jafn hátt og Gísli Gunnar Jónsson og fekk 90 stigum meira. Þá er það Haraldur Pétursson. Keppendur í torfærunni þurfa sífellt að vega og meta það hvenær rétt er að halda áfram, bakka og jafnvel taka á sér refsingar. Haraldur Pétursson fer í gegnum þetta hlið á hans að snerta og hittir á seinna hliði. Þökk sé góðum búnaði undir bílum að framan og 210 stig, engin refsing. Það þyngist róðurinn þar með fyrir Björn Inga nema hann nái að komast upp á brúnina. Það eru 350 stig í boði fyrir það að ljúka braut. Þannig að það er eftir miklu að slægjast.
og hann fer þetta næstu í refsilaust, tapar 20 stigum á rauðadekkinu en hittir á hliði. Við sjáum það að sumir bílarnir leggja mun betur en á en aðrir og 190 stig fyrir Björn Inga. Og staðan þannig að Haraldur Pétursson er nú kominn með 60 stiga forskot á Björn Inga Jóhannsson. Gunnar Gunnarsson er í 3. sæti með 80 stiga forskot á Sigurþór Jónsson. Gunnar Ásgeirsson í 5. sæti en Gísli Gunnar Jónsson er enn í næstnæsta sæti. Þá er það 5. braut og það er Guðmundur Pálsson sem byrjar á því að snerta rautt dekk í rásliðinu og tapar auðvitað 20 stigum. Þetta er mjög snúin braut og hann fær 80 stig fyrir lengdina mínus 20, er komið 690. Þá er það Ragnar Róbertsson. Orðinn talsvert á eftir Gunnari Gunnarssoni í götubílaflokki. 70 stig, engin refsing. Gunnar Ásgeirsson. Og hann byrjar á því að á sér 20 stiga refsingu og nei. Hann fær þó 90 fyrir lengdina og mínus 20 stig, fær 70 stig fyrir þessa tilraun sína. Vantaði áframhraða hér til þess að þetta tækist hjá honum. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Tækist honum að sína alla sína bestu hliðar í þessari braut, þá getur hann nú klifrað hátt í þessari keppni. Nei. 90 stig, engin refsing, kom með 500 stig alls. Þá er það Gunnar Gunnarsson. Já, upp á, en strax komið 50 stig refsingu fyrir rauðadekki sem að var að böðlast yfir og 40 stig í viðbót, búinn að tapa 90 stigum. Bakkar ekki og langt, hann er ennþá inn í brautinni, búinn að tapa 90 stigum. Framundan hliðarhalli og erfitt hlið og það eru mínus 50 stig og annað erfitt hlið framundan. Búinn að tapa 140 stigum, 180 stigum fyrir þetta bakk, 2 bökk og 2 svar yfir dekk undir miðjan bíl og svo snertan rauðadekki þarna, þannig að það eru komin 200 mínustig og afturöndin er varla komin í 200 stig hvað snertir lengdina og við sjáum það 200 stig fyrir lengd og mínus 200 stig. Árangurinn er sá að hann fær ekki stig fyrir þessa tilburði sína. Þá er það Haraldur Pétursson. Hann snertir þarna rauðadekkið, væntanlega 50 stig í mínus fyrir það og vantilega 20 stig fyrir dekk í rásliði og hann fær ekki nema 30 stig fyrir sína tilraun og Björn Ingi er möguleika því að nálgast hann verulega hér. Já, þrátt fyrir að hann fær ekki lengra en þetta fær hann 80 stig sem er 50 stig meira heldur en Haraldur Pétursson og því munar ekki nema 10 stigum á þeim núna. Sigurþór Jónsson og yfir rauðadekkið gróflega, tapar þar 50 stigum. Nær ekki beyginu alveg, þó að bíllinn snerist þarna á kviðnum. 40 stig tapast í viðbót. Og 20 á brúninni og síðan fór hann yfir rauðadekki í þessu sama hliði og tapaði þær fleiri stigum. Og reynir svo við endaliðið, en nær þessu ekki. Hann fær 250 fyrir lengdina og 230 refsistig. Hann fikk aðeins 20 stig fyrir þessa hetjulegu baráttu sína. Þá er það Leó Viðar Björnsson. Gróflega hér yfir rauðadekkið. Spurning hvort hann getur hafa verið það utarlega að það veri 100 stig í refsingu á hann í þessu hliði. Og 40 stig í viðbót fyrir að bakka, ekki stefni nú í mörg stig og það er erfitt framundan. Já, 50 stig í viðbót. Það er komið 190 refsistig og 50 viðbót, 240 stig töpuð. Og þá þarf nú að fara alla leið helst í 350 stig, nei. Niðurstaðan 0, 200 fyrir lengd, mínus 240. Haraldur Pétursson leiðir með 10 stiga forskot á Björn Inga. Framundan er tímabraut sem endar í 2 eða 3 pollum og hún á eftir að verða erfið. Haraldur, þú er 10 stiga forskot á Björn Inga. Þetta er ekki auðvelt, það sem eftir er? Nei, þetta er mjög erfitt. Þú þetta frá undan honum í síðustu brautina? Já, maður sér eftir tímaþrautina hvað maður þarf að gera. Já, þetta er ekki búið ennþá. Tímaþraut framundan, Haraldur er nú vanur að vera góður þar? Já, ég er nokkur hræddur hann hafi með þeim. Ég er náttúrulega að reyna að keyra nokkuð vel. Eina sem getur truflað hérna er sko þessi pollur. Hann er með svo vondan endi.
Þannig að maður þarf að slá af sko, þá fær maður alla gusuna upp undir raunni allt í bílnum í seinni pollinum. Hér eru möguleikar fyrir Gísla Gunnar Jónsson að hífa sig aðeins upp. En Gunnar Gunnarsson er á ferð hér. Daníel Ingi Möndöfusson hafði farið af stað í brautina og stoppað í henni tæplega miðri. Hér er tímabrautin það bil hálfnuð. Besti tími gefur 300 stig, annar bestinn 270, þriði besti 250. Það eru pollarnir og til þess að auka ánægjuna þá er snarbratt hérna upp úr pollinum og Gunnar kemst upp á 40 sekúndum og snerti brautarmerking aðeins einu sinni. Næstur Haraldur Pétursson. Næstu máli skipti ljúka tímabrautinni. Því gerir menn það ekki, þá fá þeir hlutfall í prósentum talinu eða þá vegalengd sem þeir fara af þeim stigafjölda sem að sá sem að fer brautina á lengstum tíma. Það er að segja lakasti árangur þess sem að klárar úrskurðar töluna sem að prósentin eru síðan dregin af og Haraldur Pétursson ofan í pollana og á uppúr í fyrstu tilraun 34.910. 5 sekúndum fljótari heldur en Gunnar Gunnarsson og þá er það Björn Ingi. Það fer geysilega vel af stað. Millitími Haraldar hér í gegnum þetta svæði var 14 sekúndur en 13 hjá Birni Inga. Það stemdi í betri tíma en loftið er farið úr vinstra framhjólinu og það getur reynst honum dýrkeypt, ekki endilega út af pollanum heldur bakkanum sem er í endanum. Stingst beint inn í stálið, stýrði ekki nógu vel og hann hitti ekki á endahliðið og satt fastur þarna 95% brautar og það reyndist honum dýrt í þessari keppni. Sigurður Þór Jónsson. Það er ávallt töluverður hraði á Sigurð en hann er hins vegar svolítið hittinn á brautarmerkingarnar, rekkin 30 refsistig og tíminn 38 sekúndur. Það var Gunnar Ásgeirsson sem að keyrði eins og griðungur í þessari tímabraut. Lætin voru gríðarleg og það var aðeins síðasti pollurinn eftir. Tíminn var ágætur þegar hér var komin sögu en hann kemst ekki upp úr í fyrstu tilraun. Já, hérna Gunnar Ásgeirsson. Þá var það tilraun nr. 2 og þá kemst framendin í hliðið og hann fer á tímanum 42.93 og snertir brautarmerkingar 4 sinnum mínus 40 stig. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Fyrir lágadrifið þá var hraðinn mikill á Gísla og lætin mikil og millitíminn besti tíminn. Og hvergi sleið af endaþoli bíllinn hans vel vatn. Uppúr kemur hann og tíminn aldeilis frábær 30 sekúndur en hann snerti þó brautarmerkingar 3 sinnum. Gísli hækkar sig upp í 8. sæti. Haraldur Pétursson leiðir sem fyrir og er nú með 100 stiga forskot á Björn Inga Jóhannsson fyrir síðustu braut. Gunnar Gunnarsson leiðir í gautubílaflokki og er í 3. sæti yfir heildina. Og þá var það síðasta brautin og þar fékk Haraldur það hlutverk að fara fyrstur. Vitandi það að Björn Ingi á möguleika að þá verður Haraldur Pétursson að fórna bílnum á sjálfum sér í það að reyna þetta. Og hann stekkur hér með afturhjólinu upp í 230 stig og veltur hér niður 1680 stig og nú er þetta undir Birni Inga komið. Hann á möguleika en hann verður að fara alla leið og hann kemur næstur. Þetta er Haraldur Pétursson, endur síndri tilraun sinni. Kemur Björn Ingi. Hálfur mánuður í næstu keppni. Björn Ingi byrjar á því að snerta þarna dag sem að gerir honum nú aðeins erfiðara fyrir. Hann þolir ekki nema bara þessa einu snertingu og þarf að fá 350 stig. Já, sleppur hér í gegn, þá er það 350 stigin sem að freista greinilega ekki nógu mikið til þess að reyna. 190 stig fyrir lengdina, 170 alls og hann verður að sætta sig við annarsætið. Haraldur Pétursson er þar með búinn að sigra annað árið í röð í Blönduós torfærunni.
í boði lýsingar á þessu ári, en þá er það Sigurður Þór Jónsson í slag við Gunnar Gunnarsson þriðja sætið í þessari keppni. Og eina leiðin til þess að tryggja sér þriðja sætið, það er að fara alla leiðina upp. Það var orðið talsverður munur á þeim, en hann missir stefnuna hér og þar með var aldrei möguleiki fyrir hann að reyna þetta. 190 stig. Þá er það Guðmundur Pálsson. Þurfti að verja sitt sæti gagnvart Ragnari Róbertsinni og Gunnari Ásgeirssyni. Ekki reynt alveg á fullu, en hann reyndi þó svona aðeins. Og hann fær hér 210 stig fyrir lengdina, mínus 20 stig og öryggissbúnaðurinn sannar sig eina ferðina enn. Þá er það Ragnar Róbertsson. Það er að koma upp svo staða hér úr því að menn fá ekki fleiri stig en þetta að Gísli Gunnar Jónsson, sem að hefur verið í baráttunni á botni keppninnar, eigir allt í einu þann möguleika á því að hækka sig mörg sæti og komast jafnvel upp í 4. sæti í þessari keppni með því að reyna af alvöru við þessa braut. Og Gunnar Ásgeirsson í vandræðum hér bæði með stýri og framdrif, fær aðeins 50 stig fyrir lengdina og mínus 50 stig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Er komin upp fyrir Gunnar Ásgeirsson, en á reikningslega möguleika á því að komast upp fyrir Ragnar Róbertsson og Sigurður Þór Jónsson, en til þess þá verður hann að fara alla leið. Sagði í fyrra að þessi brekka væri fær og þá kvartaði hann hefði þurft svona 40-50 hestöfli í viðbót. Hann snerti nú hér á mínus 20 stigum. Og hann reynir hér, en það er aðeins 230 stig fyrir lengdina. Þessi brekka verður örugglega farin á næsta ári. Þá er það Gunnar Gunnarsson með örugga forystu í götubílaflokki. Og gull tryggir sigur í þeim flokki hér í þessari braut. Hann þarf ekkert að fórna inn en einu, reynir samt að fara hérna hægra megin við endahliðið til þess að freista þess að koma þar á ská. Haraldur Pétursson sigrar á 1680 stigum, Björn Ingi í öðru sæti, Gunnar Gunnarsson í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í 4. og Gísli Gunnar Jónsson var að láta sig linda 7. sætið. Haraldur, til hamingju með sigurinn. Takk. Að hluta til þá koma nú svona á silfurfati. Að hluta til reyndar var Björn Ingi bara mjög erfiður og harður bara, þannig allur að koma til. Þú ert að styrkja stöðu þína. Það er gott. Það er mjög gott. En það veit ekkert að það þarf að reyna að draga á þá. Þetta er orðið of langt fór. Fallið farar heill. Það byrjaði illa þarna í morgun en svo bara gekk þetta upp. Reyndi að keyra í eina þrautin á 0 stigu. Ég skil það nú ekki alveg. Það var alltaf virkilega óheppið núna að bílinn skulle bila og sérstaklega henni strax í fyrstu þrauta því að það fór allir þessa þrautu. Það var bara rauninni keppnin ónýtt sko. Staðan í Íslandsmótinu er þannig að Haraldur Pétursson er með 16 stiga forskot á Gísla Gunnar Jónsson þegar að 2 umferðir eru eftir. Það er að vísu 4 umferðir eftir í heimsbikarkeppninni. Gunnar Gunnarsson og Ragnar Róbertsson eru jafnir í götubílaflokki. Haraldur Pétursson sigurvegari og er með mjög vænlega stöðu.